Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarp Samorku, lífæðar landsins. Ég heiti Lófís Árnadóttir og ég er upplýsingafulltrúi hjá Samorku. Í dag ætlum við að tala djúpborun sem er tæknilegt ævintýri sem getur skipt sköpum fyrir orkuöflun á Íslandi og jafnvel í heiminum öllum. Og viðmælandi minn í dag er maður sem veit nú ansi mikið þetta verkefni, Sigurður H. Markússon. Þú ert leiðtogi djúpnýtingar hjá Orkuveitunni og þið eruð á spennandi vegferð í djúpborun og djúpnýtingu. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Svona til að byrja bara alveg á byrjuninni, hvað er djúpborun og hvað er djúpnýting? Já, þetta er svolítið svona flókið hugtak skulum við segja að ná utanum í því að á endanum er þetta ekkit endilega snýst þetta að fara djúpt. Þetta er eiginlega frekar að, myndi ég segja, að fara í heitari jarðhita sem oftast náttúrulega helst í hendur við að fara dýpra. En eins og hefur svolítið komið í ljós kannski fyrr svona í þessu þróunarverkefnis og þessari vegferð sem hefur verið hérna á Íslandi í því sem við kallum djúpborun og djúpborunarverkefninu sem er bara formlegt samstarfsvettvangur utanum svona þróun. Þá, eins og við lærðum í Kröflu þar, þá ætluðum við að bora 4 kilometra, 4,5 kilometra og ná þar í rosalega háan hita, en það stoppaði í 2,1 kilometra, það sem var bara hreinlega borað í fljótandi kveiku. Og sem er samt sem áður innan þess að kannski hefðbundnu dýptar sem jarðhiti er nýttur. Þannig að ég held að þetta er rosalega kannski mismunandi milli landa, milli svæða, hvað svona djúpborun og djúpnýting þýðir. En svona ég held að kannski það sem við erum að horfa á núna snýst eiginlega bara svona mestuleiti að fara yfir 400 gráður. Sérst hefðbunda borhólur sem eru notaðar til raforkuframleiðslu í dag eru kannski á bilinu 240-50 gráður og upp einhvers staðar yfir 300 gráður mest. Og svo það gerist það svona þegar þú ert komin upp í 350-370 gráður þá er þetta ekki lengur blanda vatn og gufu. Þá er þetta eiginlega bara gufa eftir, þetta er orðið svo heitt. Þá fer svona efnafræðin aðeins að flækjast. Þá fara tærandi efni að vera með í spilinu og það gerir það verkum að málmar og annað sem við notum hefðbundið í þessu gerir það verkum að okkar bara núverandi tækni til að gera þetta virkar ekki. Og þess vegna hefur eiginlega ekkert gerst í þessu, skulum við segja, að neinu ráði að menn hafi verið að fara lengra en yfir kannski 350 gráður því að við erum bara ekki með efni og aðferðir til þess. Þetta er bara tækni í mótun í raun og veru ennþá. En ef við býðum aðeins með að fara í þessar tæknilegu áskoranir og tölum aðeins bara tilur verkefnisins og af hverju við erum að þessu, hver er munurinn eins og segir að fara úr því að bora niður í 200 gráður og upp í 400? Hver er ávinningurinn af slíkum mun? Já, það er bara meiri orka eftir því allur þessi hiti sem við erum að nýta, hann kemur náttúrulega frá einhverju hita uppsprettu sem er hérna ofan í jörðinni, hvort sem að það sé kvika eða bara heitt berg hreinlega. Og eftir því sem hún fer neðar og þá ert að ná í orkuna á samþjappaðra formi. Gufan er bæði heitari og þrýstingurinn er hærri, þannig að þú ert að fá meiri orku út úr þannig sé svipuðu mannvirkjum. Þannig að þú getur borað öflugri hólur, þú getur borað færri hólur þess vegna til að framleiða sama orkuinnihald. Og þú ert að nýta betur náttúrulega kannski þær auðlindir sem þú ert með. Þú ert að nýta eitthvað svæði til orkuvinnslu og það er einhverjir ferkilometrar af svæði. Og svo er kannski, og þú ert að nýta efstu 2,5 kilometrin. En svo er kannski annað eins af ennþá heitara bergi og jafn mikið fyrir neðan sem þú getur líka notað en kannski út af tæknilegum áskorunum hefur það ekki verið gert hingað til og þar leiðandi gerir þetta kannski verkum að þú getur nýtt betur nú þegar þær auðlindir sem er verið að nota með því að fara í svona þennan heitari hluta af kerfunum. Já.
mjög spennandi. En er þetta hefur þetta verið gert áður annars staðar í heiminum eða var fyrsta verkefnið hér á Íslandi og hvenær hófst það hér á landi? Sko þetta hefur verið, sko, við skulum segja það er kannski óljós hvenær þetta byrjaði ákveðin leyti, því að í flestu tilfelli þar sem menn hafa rekist á svona hita, hefur það ekki verið viljandi. Það er svona bara út af eins og er svolítið í þessum fræðum, þá þú veist ekkit alveg hvað er þarna niðri. Og það hefur gerðist til dæmis bæði í Kröflu og Nesjavöllum og að það var að vera að bora eftir jarðhita og svona í árdaga skulum við segja þróunar á þeim svæðum. Og á báðum þessum stöðum, Kröflu og Nesjavöllum, þá hafa borararnir rekist á bara mjög öflugar æðar kannski á 2,1 kilometra dýpi sem er bara orku meiri heldur en það búnaður sem verið að nota ræðu við og gufan erfiðari og það var bara brugðist í þeim tilfellum bara með því að hella steypu hon í hóluna og loka fyrir og halda sig við það þannig svona ramma sem þú ert vanur að vinna með en frá því svona kannski lók 1970 eitthvað og fyrstu ár 1980 eitthvað þegar var eins og borað sko hóla 11 á Nesjavöllum þar sem menn sko hitamælirinn sló út við 380 gráður og þá hafa menn alveg vitað af þessari auðlind þarna og þessi svona hvað segir maður að hafa rekist á þetta þarna, það kveikti náttúrulega svolítið í sérfræðingum í geiranum að þarna væri nú eitthvað meira undir og meiri orka og þetta var meðal annars kveikjan að því svona þegar framlíðust undir að það var mótað þetta sem hefur kallað á íslensku djúpborunarverkefnið Icelandic Deep Drilling Project í kringum þessa vegferð og þar sem svona aðlega tóku sér saman bæði innlendir og erlendir í að reyna bara hreinlega að sko vitandi að auðlindin er þarna undir að reyna einhvern veginn að ná utan tæknina og aðferðnar við að beisla þetta. Það hljómar svolítið eins og vísindaskálskapur sko, fyrir að bora ofan í einhvern veginn kviku. Þú veist, þetta er hægt? Já, sko, markmiðið er ekkert að bora í kviku. Það gerist eiginlega bara óvart því að sko, þegar kvikan er það sem gefur þér hitan, þá viltu kannski reyna að fara eins nálagt í og hægt er en ekki í kvikuna sjálfa kannski en það er eitt að kannski fylgir fiskur að þessu og það sem sko fyrsta hóla djúpborunarverkefni sem var í Kröflu það sem var borað í kviku og flestir kannski svona halda að þá gerist eitthvað svakalegt en menn áttuði sig ekki eins og náði það bara borin festist og hann var losaður og svo var bara borað út úr hóluna en svo var þetta hliðar en svo festist það aftur á sama dýpi og það var ekki fyrir sko í þriðju tilraun að menn áttuðu sig á því þegar byrjaði að sko að koma til yfirbors með skolvatnin að koma gler til yfirbors þá áttuðu sig á því að þeir væri nú bara hérna að síendur tekið að bora í kviku og hefðu sjálfsagt gert það nokkur sem áður í fortíðinni en það er ekkit kannski markmið að bora í kvikuna en ég held svona kannski frekar að komast bara sem næst hitagjafanum til að fá sem mesta orku út úr þessari auðlind sem við erum að nýta því að og sérstaklega til rafmagnsframleiðslu ef þú ert að nýta hólur sem eru kaldari þá fylgir því að það kemur rosa mikið vatn með og annað sem er kannski en ekki gufu bara en þannig í þessu tilfelli ertu bara að fá gufu bara hreina gufu. Já, þannig að þetta er hugsa fyrir rafmagnsframleiðsluna ekki til jarðhitahnýtingar. Já. Því að það er ekkit vatn eftir lengur. Nei, akkurat. Þetta er orðið svo svakalega heitt. Já. En ef við fyrir það eins út í bara tæknina á bakvið þetta og svona vísindin, hverjar hafa verið helstu áskoranirnar? Já, sko, ég held að séu fyrsta lagi kannski sko voru aðalega sem voru í þessu svona vísindasamfélaginu og jarðvísindasamfélaginu tíma getur við er hægt að vinna jarðhita er einhver lekur vökvæðnum sem flýtur svo varman í burtu sem er svona forsendan í dag að nýta jarðhita er að það sé eitthvað vatn sem leki sem flýtur svo varman og það var eitt af þessum rannsóknarspurningum í íslenska djúpborunarverkefninu að komast að því og svo þegar var borað í Kröflu þá
kom bara þessi svakalega öfluga hóla þar við þegar Landsvirkjun ákvað að prófa að láta þessa hólu sem fór í kviku blása og hún var gríðarlega öflug og það sýndi fram á að, svo sem að þessi jarðlög rétt ofan við kvikuna eru svo sannarlega sko, þessi eðlis að það er hægt að nýta og svo nokkrum árum seinna, 2016 þá var boruð önnur hóla í djúpborunarverkefninu út á Reykjanesi af HS Orku og þá var markmið sko, og markmið var alltaf upphaflega að sýna fram á að sko, fara í vökva sem væri við það sem kalla yfirmarks ástand sem er svona ákveð kannski svona eðlisfræðileg svona skilgreining á vökva og það náðist ekki í Kröflu þar sem bara þrýstingur var ekki nógu mikill en það náðist á Reykjanes og þá var í fyrsta skipti sýnt fram á hreinlega bara tilvist svoleiðis vökva í náttúrunni og þar fyrir ofan voru lekjarlög og þannig að það var í báðum þessu verkefni var sýnt fram á að auðlindin er þarna þannig að það var að jarðvísindi náðu eiginlega að staðfesta það að þetta er þarna til staðar og það er hægt að nýta þetta en svo kemur kannski að verkfræðilegu sko áskorunni að fyrsta auðlindin er til staðar það þótt að þróa tækni til að gera þetta og það sem gerðist alltaf í þessum fyrri hólum sem hefur verið boraðar nálagt þessum svæðum bæði på Nesjavöllum og á Helliseiði og í Kröflu er að fóðringarnar skemmast þessar stálfóðringar sem halda hólun saman innan í að út af hvernig vökvin er þá bara eittust þær upp og hólurnar skemmtust þar er leiðandi þarf ný efni til að sem þolir aðrar aðstæður það eru gös sem mynda sýru þegar vökvin kólnar eða blandast við vatn og þannig að það þarf að finna ný efni til að fóðra á hólurnar og innan með það þarf að svona vanda meira til verka og nota kannski aðra tegundir af sement þegar þessar fóðringar eru steyptar því átökin eru mun meiri heldur en kannski í hefðbundnum hólum þegar þú sko ert með svona rosalega mikinn hitamun þegar við vanar að vinna með þá er sko þenjast þessar fóðringar út og skreppa saman ef hólurnar kólna og sem eldur því að það er hreinlega brotna og þannig að þetta og eins búnaðurinn það sem bara lokar til að opna og loka fyrir hólurnar og annað sem svona þarf að þola þessar aðstæður en það sem ég er ekki verkfræðingur sjálfur þá fannst mér þetta alltaf svona allavega jákvætt úr niðurstöðun úr þessum verið vegferð sko, sem jarðhitafyrirtækin á Íslandi höfðu verið í djúpborunarverkefninu að sýnt fram á auðlindin síðarna og restin er bara verkfræði Já. Og kannski samspil ennþá fleiri að minna þetta hljómar eins og samspil verkfræði, eðlisfræði, efnafræði, jarðfræði og já, væntanlega hægt að telja fram enn fleiri fræðigreinar en það gerir þetta líka svo spennandi. Algjörlega, þetta er mjög þverfagleg þú þarf að þurfa að spila saman alls konar ólíkar fræðigreinar og þú þarf að leysa svona sem er í sameiginlega með ólíkum fagsviðum þessar áskorunir og jarðfræðingarnir og efnafræðingarnir þurfa að vinna með sko, þeim sem hanna fóðringarefnin og borhólurnar og þú þarf svona einhvern veginn að láta þetta ganga og enda hefur kannski verið svolítið gegnum gangandi í þessari vegferð sem hófst árið 2000 í þessu svona formulega samstarfi að þetta hefur verið mjög alþjóðlegt samstarf og samstarf milli iðnaðar og akademíu og mikið af svona alveg háfræðilegum þróunarverkefnum í kringum þetta þó að sko fyrsta hólan var boruð 2009 og næsta 2016 þá hafa alltaf allan tíman verið í gangi sko stór vísind og þróunarverkefni á sama tíma inn á milli þó að fólki finnist ekkert verið að gerast þegar ekki verið að bora þá er alltaf sko bara hreinlega nokkrir aðilar í doktorsnámi tengt þessu og hellinga vísindafólki að stútir alls konar hluti. Og bara það eitt og sér eru afskaplega mikilvægt fyrir Ísland og auðvitað heiminn allan að þessi þekking verði til hér. Það er algjörlega lykilatriði því að þetta er tæknilega flóknara heldur en við þurfum mikla þekkingaruppbyggingu til þess að geta gert þetta og geta stíð þetta næsta skref í jarðhita og það er engin eitt sem leysir þetta bara þetta þarf svona eins og við töluðum sko fjölda ólíkar fræðigreinar að vinna saman og
þannig að ég held að við höfum alls ekki vanmeta það að sinna sko, þekkingar uppbyggingunni og mennta fólk inn á þetta. Einmitt. En þetta hljómar hættulegt. Er þetta hættulegt? Já, bara eins og jarðhiti og annað minna, þetta heit gufa, það hár þrýstingur og heitastig sem þú ert að vinna með og ef þú gerir þetta ekki vel og sinnir þeim öryggismálum og stöðlum en ef þú berð þetta saman við aðrar iðngreinar sko, sem að nota háan hita, háan þrýsting, þá þetta ekkert út fyrir það sem hefðbundið. Það eru til ýmsar greinar sem að vinna miklu hærra hitastig. Álver keyra á 1000 gráðum alla sína ferla og þannig erum við að tala svona fara yfir 400 gráður og vinna kannski á bylunum 400-500 gráður. Þannig að það er mjög fátt að þessu sem við þurfum að leysa sem hefur verið gert sko, ekki verið gert annar staðar. Þetta snýst líka mikið bara svona að taka tækni úr öðrum geirum og heimfæra það yfir á þessar svona sértæku aðstæður. Og það snýst svolítið mikið að því líka sem við erum að gera að mikið af upprunalegu tæknin í jarðhita kemur úr olíunni. Boratækninnar og annað. Og eitt af því sem við höfum verið að gera er að vinna með aðilum úr öðrum greinum til að skilja hvað getum við gert til þess að þóka okkur áfram með þessu. Hvað með þessu eins og umhverfislegu hliðina á þessu? Hefur hún verið rannsökuð eða vitum við eitthvað áhrif þess á náttúruna? Já, þetta bara náttúrulega kannski eru sko umfram hefðbundna jarðhitanýtingu, það sem náttúrulega mjög vel þekkt sko áhrif á náttúruna og þá þetta svo sem ekki voðalega ólíkt tíð þó þú sért að fara dýpra. Það náttúrulega minna kannski, þú ert að fá meiri orku upp úr svæðinu á hverju einingu af massa sem þú tekur upp úr. Þannig að það er jákvætt að því leyti að þú ert og ef þú getur borðað á öflugri hólur þá kannski er rask og annað minna. Þannig ég held svona endanum þá séu sko ávinningurinn umhverfislega séu mjög jákvæður. Því að þú veist svona hvað taka orkuna svona ef ég sletti á koncentrerar formi upp úr auðlindinni og minna sem kannski nýtist síður sem kemur með. Og allavega svona reynslan okkar svona hingað til að það ekki meira einhverju gasi eða öðru sem kemur með. Nei, áhugavert. Og þannig ég held að og þetta getur gert okkur náttúrulega jarðhitinn eitt svo besti svona umhverfislega séð kostur sem í boði bara af endurnýjanlegum orkumöguleikum og þetta getur gert kannski verkum heldur að það sé hægt að útfæra jarðhitann frekar á önnur svæði og yfir í aðra aðstæður þar sem kannski þessi svona hefðbundni jarðhiti sem við þekkjum hérna á Íslandi sem oft svona erlendir kollegar okkar vilja svolítið meina að við búum í Disneylandi. Þú veist en þetta getur gert að verkum að bæði það ef að við tökum vel á þessari tækni og annað sem svona gerast kannski á sama tíma og mikil áhuga í Bandaríkjunum að draga hreinlega úr kostnað, auka sjálfvirkni og tækni í borun og þá draga úr kostnaði við borun að fara svona djúpt. Þá gerir það verkum að þessi hægt að beita þessari tækni víðar heim. Mm-hmm. Þar er svona kannski hægt að sjá fyrir sér þá jarðhita að fara að skipta máli á fleiri stöðum heldur en bara okkurat á þessum virku eldfjallasvæðum. Mm-hmm. Já, það er mjög spennandi, einmitt. En fer svona verkefni í gegnum hefðbundna þá ferla eins og við þekkjum í öðrum orkukostum? Þá hér á landi og samráð við almenning og nærsamfélög eða er þetta flokkað einhvern öðruvísi sem vísindaverkefni eða eitthvað slíkt? Ég held núna, þá er þetta eins og við erum að vinna þetta hjá Orkuveitunni, þá er kannski undirbúningurinn að þessu unnin svona svolítið sem þróunarverkefni og en svona að miklu leyti er það ekkit endilega ólíkt því þróuna hefðbundnum virkjun. En kannski fyrst og fremst snúast spurningur okkar núna að svara svona þessum hvernig tekuru þessa svona auðlind og þessa nýja nálgun og jarðhita og breytir því yfir í eitthvað sem verður hefðbundið því að veist, fyrir 100 árum þá var sjálfsagt og 50 árum þess vegna var þessi hefðbundi jarðhiti sem við nýtum í dag eiginlega á sama stað og þetta er núna það var svona einhver frontier sem
var markmið að ná og ná að þróa tækni til að gera og svo tókst það og þá var það bara svona hefðbundin starfsemi og ég held að þetta verða á endanum ekkert ólíkt. Þetta er ekkert mjög ólíkt því að reka hefðbundnar jarðhita starfsemi til raforkuvinnslu. Þetta kannski snýst fyrst og fremst að því að ná svona tökum á þessu sem þú gerir, hvernig þú gerir neðanjarðar áður en þú ferð og byggir stöðvarnar og er kannski, myndi ég segja, svona eðlilegt framhald bara af þessari þróun jarðhita að þú gerir eitthvað og svo lendir einhverju tækluðum áskorunum og þá ertu svolítið stopp. Svo leysir það og þá ferðu dýpra og í heitari jarðlög og þangað til þú lendir í næstu áskorun. Þannig að ég held að þetta sé bara svona eðlilegt næsta skref og gera það verkum að við getum bara bætt nýtingun á þeim svæðum sem við erum með og mögulega síðu önnur svæði koma inn sem mögulega spennandi svæði en ég held svona kannski út á við fyrir þann sem svona keyrir fram hjá jarðhita og sér starfsemina þá kannski ekkit endilega mikill munur. Þetta er svona meira því það sem gerist neðanjarðar sko. Einmitt. En hvert ætlar Orkuveitan sér með þetta? Er það að setja meiri púður í djúpborun og þetta verkefni eða af hverju er þú tekin við þessu hjá Orkuveitinu og hvert ætlið með þetta? Já, sko Orkuveitan ákvaða að setja kraft í þessa vegferð og liður var að því var meðal hans að fá mig til starfa í þetta verkefni og því að svona það sér tækifærið á eins og ef við tökum bara sem dæmi Hengilsvæði sem er aðal svona vinnslusvæði Orkuveitu Reykjavíkur og eitt af svona stærri bara jarðhitarsvæðum sem eru nýtt á heimsvísu að það er talað um að það sé svona 110 ferkilometrar af stærð og ef við erum að nýta þenni á 2,5 kilometr þá er alveg aðri 2,5 kilometr eftir sem myndu falla kannski innan, ef við náum tökum á þessum djúpnýtingu þá er annað eins af auðlind þarna fyrir neðan nema bara miklu hærra heitastig. Þannig að það er meiri orka sem er bundin þarna fyrir neðan, bundin í bergi og auðlindinni. Þannig að fyrirtæki sér þetta sem gríðalegt tækifæri til að stuðla að bara sinni vinslu til frambúðar og halda við þá starfsemi sem er og mögulega auka við þá raforkuframleiðslu sem alla spár segja að þurfa að aukast og við setjum þetta bara svona í eitthvað samhengi hvað þetta þýðir. Við erum þetta með eins og þarna ef þetta er 110 ferkilometrar þá er þetta 250 rúmkílómetrar. Þetta er svona stærðarskala sem bara með þarna bara eitthvað sem jafnast á við Mount Everest að stærð bundin varmi yfir 400 gráður í bergi sem þú ert eiginlega bara með hlaði batteri sem er tilbúið að afhlaða orkuna af en við erum eiginlega að þróa aðferðina bara til þess og út af maður sér alls konar verkefni sem er í gangi út í heimi það er verið að búa til svona það sem er kallað concentrated solar, það sem út með svona spegla sem taka sólarljósið og speglaði í einhver turn það sem út bræðir salt upp í 400-500 gráður og þá eru þau með kannski nokkur þúsund rúmmetra og þetta er miljardfalt stærra eitthvað sem við erum bara með í náttúrunni á bara og eigum bara í bakgarðinum hjá okkur og það er búið að hlaða batterið þannig að þetta er svona þetta er svo rosalegur skali á þessu og þetta er eiginlega bara berggrunnurinn undir Íslandi og sem við kannski við svona Íslandingar erum ekkert kannski alltaf átt okkur á hvað er alls ekkert eðlilegt fyrir flestum og sjálfur í Hveragerði þar sem svona fólki finnst einhvern veginn mjög eðlilegt að það komi gufa upp úr ræsinu og götunni og rjúki hérna upp úr bakgarðinum hjá þér en við erum held ég svona í svo óægulegum aðstæðum hérna að það ef að þessi tækni er möguleg þá náttúrulega bara er hitastig ullin undir landinu
það hár að við erum svona í aðstæðum þar sem sko jarðhiti nánast mögulegur mjög víða og bara alls þar á flekamótum í kringum heiminn þar sem hitastígull, bara náttúrur hitastígull jarðarinnar hár og þetta held ég geti svona gert það að jarðhita af mjög áhugaverðum valkosti bara við vind og sólar og hvað annað svona þegar framlíða stundir út af því að hann hefur náttúrulega hann er sko grunnorka, hann er alltaf í boði, alltaf stöður, ekki bara þegar sólin skín og vindurinn heldur þessi grunnorka sem við þurfum alltaf með svona, og þarna held ég tækifæri í jarðhitann svona til að vaksa líka sko. En einhver svona tímalína á þessu hjá Orkuveitunni? Þetta bara svona, eða þarf að segja einhver svona mörk hvar þið vilji vera komin eftir x ár eða byrjuð að framleiða eitthvað eða þetta bara ennþá alveg í þróun? Nei, sko það bara, ég hóð nú bara störf þarna núna í vor og sá bara svona metnaðin og kraftin á fyrirtækin í að bara nálgast þetta og ég held að fólk upplifi svolítið að nú þurfum við bara að nálgast þetta svona eins og alvöru þróunarverkefni og bara svolítið sko taka skref og örugglega gera einhver mistök og halda svo bara áfram og eins og ég sagði, þetta bara verkfræði sem það að leysa og þar leiðandi við svona að horfa á að svolítið að setja þetta í gang og byrja að prófa og ein hugmyndin sem að vinna með núna hreinlega að bora bara næstu djúpborunarholu á næsta ári og það svona sem við erum að skoða og mögulega skoða aðra fljótt þar á eftir og skoða og það eitt sem Orkuveitan er nálgast þetta að prófa líka ólíka leiðir til þess að gera þetta sko þessi hefðbundna leið að þú borar og svo hitnar holan upp og fer að blása en líka leið sem við erum að skoða er hreinlega að bora svona djúpt og í sig að hita berg og hreinlega að dæla vatnin okkar ofan í það og láta svo bara eðlisfræðina sjálfa að flytja varman upp í hefðbundakerfið okkar fyrir ofan og styrkja þannig þá vinnslu sem er núna í gangi og svo erum við líka að skoða verkefni þar sem því að eitt af því sem kannski er svona óvissa þegar þú færið onni í þetta svona heitara berg að það er kannski ekki endilega jafn mikið af vatni á ferðinni eða jafn mikið lekt og það er svona sem er að gerast rosalega mikið út í Bandaríkjunum núna og gríðarlega áhugasamt eða spennandi verkefni sem er í gangi að menn eru svona bara að sko bora 2 holur og svo bara tengja þeir saman með því að búa til lekt á milli þeirra og bara búa til sprungur á milli og nota svolítið þessa heitu þurru berggrunni bara sem svona eins og varmaskipti og þetta er eitthvað sem við á Íslandi erum búin að vera að gera ómeðvitað kannski svolítið í áratugi bara með því út að þegar við borum holur og dælum vatni samhliða borun ofan í holunum og þá erum við að dæla köldu vatni ofan í heitt berg og það skreppur saman og springur og við búum til þessa leka leiðir sem vatni þarf alltaf til að flytja varman og enda á því að fara inn í borholutun okkar og búa til rafmagn og þess vegna erum við að skoða svona hjá Orkuveitunni þessi 3 mismunandi nálganir hvernig þessi tækni mun líta út og við sjáum fyrir okkur að á bara svona næstu kannski 3 árum vonandi að prófa þar allar í mismunandi útfærslum og sjá hvað virka best og halda svo bara áfram svona, eins og hefðbundin nýsköpun þú þarf bara svolítið að fail fast og ítra svo eitthvað tæknina og halda svo áfram að prófa og það hefur kannski svolítið haldið aftur að okkur svona í fortíðin ef við tökum bara söguna þess að 25 ára samstarf í djúpborunarverkefninu að þetta eru dýrskref og þetta þarf að fjármagna og oftast fjármagna með þáttöku í alþjóðlegum rannsóknarsjóðum og þess vegna hefur verið að bora einu svona áratug eða eitthvað svona holu en nú við erum líka að skoða leiðir til þess að hjá Orkuveitunni að nota hreinlega eldri holur sem eru kannski búin að þjóna sínum tilgangi eða einhverju hluta vegna náðu ekki markmiðum sínum í framleiðslu og endur nýta þá innviði þá að styrkja holurnar á innan með nýjum fóðringum og nota þá það sem tilraunaholur í svona verkefni. Þar leiðandi erum við svona að nýta þann kannski kostnað sem fjall til á þeim holum
en sem til þess að lækka kostnaðin á þessari þróunarvinnu. Þetta þá sér núna verkefni ekki innan þessa samstarfsvettvangs sem var til þarna í upphafi aldarinnar? Þetta orðið sérverkefni þetta þessi tiltekna hóla sérverkefni Orkuveitunar, þetta áfram innan samstarfsins? Sko í hvert skipti hefur þetta verið, þegar Landsvirkjun boraði í Kröflu, þá var það Landsvirkjun boraði hóluna og samstarfið snýst alltaf að þegar var komið inn á ákveðna dýpt, þá var þetta þróunarverkefni og ákveðnir hlutarverkefnis eru sameiginlegir með vísindasamfélaginu og hvert orkufyrirtæki fyrir sig leggur til verkefnisins ákveðna hólu og þannig að Landsvirkjun gerði það 2009 og svo HS Orka 2016 og svo er komið á Orkuveitunni sem sagt að bora þriðju hóluna. Þannig að það er svona þessi hóla sem við köllum ITTP sem sagt 1, 2 og nú er komið þegar bora númer 3 að nú Orkuveitan hefur verið á og við höfum svo verið að horfa alltaf í svona að það eru einhverja áskorunar sem við lendum í fyrstu hólunni sem snúa aðeinslega þessum efnismálum og stálinu og steypunni og svo eru stíðin einhver skref í hólu númer 2 og þá lærir ennþá meira og svo er frá því að hóla 2 var boruð, þeir eru alls konar vísindaverkefni búin að vera í gangi og hellinga að nýjum doktorum og vísindamönnum búin að verða til í að þróa þessa tækni og mikið búin að vinna með háskólum og vísindastofnunum út í Evrópu og Bandaríkjunum og nú teljum við okkur svona vera að komast á þann stað að nú viljum við fara að sjá þriðju hóluna og hvort að það verði bara reynilega fyrsta hólan sem verði tengd við virkjun og framleiðir rafmagn eða hvort að þurfi fleiri skref, það þarf sem bara komið ljós. En við þurfum allan átt okkur á eins og öll þróun að þú gerir prototípu og svo kannski komið þriðju prototípu, komið einhverja vöru sem er næstu eins og sem þú getur farið að gera eða hvort það sé eins og Dyson Rickson sem þurfti 5.000 prototípur, ég vona nú ekki en ég held við að... En algjört success í dag. Já, algjört success í dag en þetta komnir í hárþurrkuna líka. Já, en út af því að líka þetta er stóra fjárfestingar í þessum borðum og þess vegna gerist þetta hægt en nú erum við líka að sjá að nú er kannski öðruvísi kannski kraftar eiga sér stað líka að nú er mikið að svona áhættu fjárfestum og annað að koma inn í þetta heim líka og mikill áhugi og áhugin er að vakna við sjáum Krafla magmaverkefnið sem er að ætla sér að byggja upp kviku rannsóknarstöð í Kröflu í samstarfi við vísindamenn tengja saman svolítið eldfjallavísindin og þessi jarðhitavísindi saman. Þar er rosalegur áhugi bara hjá vísindasamfélaginu og líka einkaaðilum og annað að þróa þetta og við erum svo líka að sjá í Bandaríkjunum gríðarlega mikið af bara fyrirtækjum að verða til kringum þróun og hugviti, þróun og tækni í tengslum við þetta. Og þetta er kannski eitthvað sem við sáum ekki nærri því af sama skala í gangi þegar við boruðum þessar fyrri hólur í verkefninu. Því að þá voru þetta svolítið meira bundið kannski við svona vísindasamfélagi sem var svona að horfa lengra fram í tíman en núna er þetta erum við að sjá verkefni í Bandaríkjunum þar sem menn er að bora hún í svona hólur og allt á kostnað enga fjárfesta. Það er verið að vinna með alls konar nýja tækni og nýjar aðferðir og við sjáum bara áhugan á því sem við erum að gera erlendis frá á því að vinna með okkur og koma það til okkar og fá að skoða það sem við höfum gert að þetta er rosalega vaxandi svið og mikið svona meira að tala þetta og heilu sjáum við svo nýsjálenska bara hreinlega ríkisstjórnin er farin að fjármagna þessa þróun og búin að vera að setja $20 milljóna í að íta þessu áfram þar og ég held með þess að ríkisstjórnin þar sjálfa ætla að standa fyrir borun á fyrstu hólunni í því landi á næsta ári og í Utah eru fjárfestar meðal annars Bill Gates að taka þátt í að bora hólur þar sem er verið svona teygja sig niður í þessar aðstæður þannig að ég held svona ég bind mikla vonið við að líka að einkageirinn muni svona vera virkur í að þróa kannski þessar svona tæknilegu lausnir kannski sem hann gerir svona best þegar tækni svona í kringum þetta en ég svona held þetta sé ekki þetta er ekki endilega
þetta er ekki voðalega held í rosalega sko tæknilega sé mikil þróun sem eftir þetta snýst svolítið bara aðlögun og rétta aðilarnir hafi vettfang til að vinna saman og við allan í Orkuveitunum sko sjáum fyrir okkur að stíga sterkt inn í þetta og við sjáum þetta sem risastórt tækifæri og hluta af okkar framtíðar starfsemi og sömulegis bara búa þá til vettfang til að geta unni með vísindamönnum og sérfræðingum í að gera þetta svona að þetta verði bara business as usual þegar við horfum tilbaka eftir 1-2 áratugir sko. Ótrúlega spennandi. Heyrðu, ég ætla bara að láta þetta vera loka orðin, bara takk hérlega fyrir að leiða okkur í heim djúp nýtingar og djúp borunar. Takk fyrir spjallið, Sigurður Markússon. Takk fyrir mig.